Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Konur eru áberandi í skemmtilegum þætti vikunar. Við hittum fyrst nýráðinn fjölmenningar fulltrúa Reykjanesbæjar, en fjórði hver íbúi bæjarins af erlendum uppruna. Við förum með annarri konu á sýninguna endalaust í Dús safnahúsum og skoðum sýningagripina sem eru allir endurunnir. Við ljúkum þættinum á smá jarmi í Grindavík. Já, við skelltum okkur í réttir í Grindavík. Hilma Hólmfríður Sigurðardóttir, nýráðinn verkefnastjóri fjölmenningarmála í Reykjanesbæ. Þetta alveg splunkunýtt starf. Já, ég var svo heppin að fá að vera í þessu starfi, vera valin til þess að sinna þessu. Ég byrjaði hérna í síðasta mánuði sem verkefnastjóri fjölmenningarmála. Og finn alveg hérna væntingar og svona mikla velvild til starfsins, þannig að það bara fær mjög gott start, það verður ekki annað sagt. Ég ætla að skjóta einnig svona spurningu í byrjun sem að tengist þessu beint. Þarftu að tala mörg tungumál eða? Nei, ég hef alltaf séð þannig að þetta, sko, tungumál, nei, þú veist, við erum með túlka og ég kann að tala, þú veist, með túlk, þannig mér finnst það mikilvægt. En ég líka svolítið að vinna með starfsfólki Reykjanesbæjar og styrkja okkur í þjónustu við íbúa Reykjanesbæjar af erlendum uppruna. Ef að ég ætti að vera starfsmaður sem að myndi þjónusta öllum erlendum íbúum Reykjanesbæjar, þá væri mínum kröftum ekkert mjög vel varið, þá var ég mjög fljót að drukkna í verkefnum. Þannig að auðvitað þarf ég ekki að tala mörg tungumál, en ég þarf að hlusta vel á hvaða tungumál sem og hvernig sem það talað. Og ég tel mig vera nokkuð góð að því. Ég ætla aðeins að forvitnast þig. Hvað getur sagt okkur þig? Hver Hilma? Já, hver Hilma Hólmfríður? Fyrir utan að vera bara sandgerðingur, Suðurnesja kona, Njarðvíkurbúi. Já. Ég fór í félagsráðgjöf, lærði félagsráðgjöf og hef, og svo sem alveg fram að því mikil svona mannlífskona, hef alveg svona mikinn áhuga á öllu því sem mannlegt er. Og fór í félagsráðgjöf og á meðan ég var í náminu fór ég að vinna með ungmennum af víetnamskum uppruna í verkefni sem heitir Framtíð í nýju landi. Og eftir það var eiginlega ekkert aftur snúið. Ég fór einhvern veginn bara í mínu námi og öllu að velta þessu svolítið mikið fyrir mér. Hvernig getum við búið til eina samfélagsheild með, og þá voru bara hlutfall innflytjenda mjög lágt á Íslandi á þessum tíma. Þetta var svona í upphafi aldar. Þannig að ég fór að vinna í þessu og eftir útskriftina fór ég að vinna hjá Reykjavíkurborg og þar var ég líka að vinna mikið með fólki af erlendum uppruna, innflytjendum sem voru í þjónustu hjá borginni í svona almennu félagsráðgjafarstarfi og tók þátt í móttökuverkefnum flóttafólks. Og eftir það, þá lá leiðin inn í velferðarráðuneyti, þar sem ég vann á svona stærra sviði og stærra grundvelli, horfði á í svona meiri fjarlægð, svona því sem að kallast á svona fagmálinu svona mikró og makró. Svona hvort að maður inn í einstaklingsmálunum eða þessu svona stefnumótunar. Þannig ég fór í svona stefnumótunar vinnu þar, bæði varðandi móttöku flóttafólks, hvernig erum við að taka móti flóttafólki og líka hvernig viljum við gera það. Og það þar sem að stefnumótun snýst hvernig viljum við hafa hlutina og hvað gerum við til þess að ná því að komast þangað þar sem við viljum vera. Og þannig að hlutverk mitt hefur verið það og svo var ég líka í innflytjendamálunum í ráðuneytinu og ýmsu svona velferðarmálum. Ég var nú að segja frá því að ég var ægilega montin, einu sinni var ég kynnt, var einn maður sem ætlaði að kynna mig og sagði þetta hún Hilma, hún svona svona velferðarkona og það þótti mér mjög mikið hrós og ég hef verið að vinna í velferðarmálum og innflytjendamálin eru bara einn hluti þess, hluti af öllu mannlífinu. En nú ertu komin til Reykjanesbæjar og þetta nýtt starf hjá sveitarfélaginu og
Það forráðamenn sveitarfélags hafa sagt á undanförnum mánuðum og undanförnum árum að þetta sé svolítið ný áskorun hjá sveitarfélaginu að nú hún svo stór hluti bæjarbúa af erlendum uppruna. Hvernig staðan í dag? Hvað þetta stór hluti? Í Reykjanesbæ fjórði hver íbúi með erlend ríkisfang. Flestir þeirra, 2/3, eru með pólskt ríkisfang. Þannig að það þessi áskorun hvernig búum við til eitt heildstætt samfélag þar sem við erum öll saman og erum jafnvirkir þátttakendur, hvort sem við erum af erlendum uppruna eða ramíslenskum eða hvernig sem það orðað. Þá viljum við eiga samfélag þar sem okkur öllum líður vel og við vitum að við höfum öll jafn tækifæri til þess að taka þátt. Og ég, eins og ég segi, ég var svo lánsöm að byrja hér. Við fluttum hérna fyrir 2 árum síðan, þannig að ég tók hérna 2 ár í að keyra til Reykjavíkur til vinnu. Þannig að nú ég komin hérna að vinna í Reykjanesbæ og ég bara ægilega glöð með það og ég finn mikinn kraft, ég finn ofsalegan meðbyr allsstaðar við alla sem ég tala. Ég hef ekki fundið neitt annað en meðbyr með verkefninu og mér finnst gaman hvað allir eru til. Það allir til í að búa til samfélag þar sem við getum verið með þessu jöfnum tækifæri. Ég hugsa nú stundum ræðu forsetans í þingsetningunni núna daginn að hvers virði fullveldið ef okkur líður ekki vel. Hann var að tala kvíðan og einsemdina, einmanaleikan í fólki að við erum að sjá svona tölur þess efnis að meðborgurum okkar í samfélaginu því líður ekki nógu vel. Og ég núna með vináttu á heilanum. Af því ég trúi því að vináttan skil okkur því að við verðum þáttakendur og þessi persónulegu tengsl og ég veit að það var unnin viðhorfskönnun þess efnis hversu viðhorf til innflytjenda og fjölmenningarsamfélagsins, hvort við erum jákvæð eða neikvæð til þess. Og þar skipti persónuleg tengsl og vináttan bara langmestu máli. Og þá það áskorun þeirra sem í stefnumótun, hvað getum við gert og hvernig samfélag búum við til þess að við búum til vináttu. Og getum við haft það að markmiði að fólk eignist fleiri vini. Og mér finnst þetta svolítið skemmtilegt að hugsa þetta þannig af því að við erum alveg tilbúin til þess að setja inn einhver svona stefnuskjöl að fólk eignist meiri pening eða fleiri sé í námi eða eitthvað svona. En erum við tilbúin til þess að setja það í stefnuskjöl að fleiri eignist vini? Og hvernig ætlum við að gera það að við eignumst vini? Og þá þvert á að því við sýnum því, og ég hef verið svolítið hugsi eftir ég sá þessar niðurstöður, þetta var bara núna í vor, að við sýnum því skilning öllu sem okkur þykir vænt leið okkur þykir vænt eitthvað, þá skiljum við betur hvað hann að gangi í gegnum og við berum meiri virðingu fyrir því. En er þetta svona einfalt? Hvernig getum við sagt, hvernig eiga bæjarbúar hér að nálgast málið? Hvernig koma þeir inn í þetta? Þeir eru stóri þáttakendur í því ef á að búa til vináttu við útlendinga sem að hingað eru komnir í sveitarfélagið. Hvernig ertu að horfa á þetta þannig? Ég meina, hvað segirðu við fólk hérna, þegar spyrði út í þetta? Og eins til dæmis, hvað eru útlendingarnir, okkar, duglegir að taka þátt í samfélaginu? Við höldum að þeir sé ekki að taka nógu mikið þátt. Okkur sýnist sem að þeir sé ekki að mæta á ljósanótt og þeir sé ekki að mæta hérna á sýningarnar og íþróttaæfingarnar, börnin þeirra. Íþróttaæfingarnar. Það eitt af því sem við allir bara erum búin að ákveða að gera gangskur í að auka þátttöku barna í skipulögu íþrótta- og tómstundastarfi. Þetta ekki verkefni mitt og einnar og ekki verkefni Reykjanesbæjar per se, heldur bara að við þurfum líka sem foreldrar að passa upp og við séum að spyrja félagana og gera og vera bara vinaleg og sýna að við erum opin og við tökum á móti þeim sem að eru að taka þátt og hvetjum þá sem ekki að taka þátt til þess að koma og talandi foreldra, að við hnippum í hinn og segja hei það foreldrafundur
þú veist, ef að fara saman eða ég hitti þið þar eða nota þessi orð. Þegar svona stór fjöldi í sveitafélaginu, hvað mikið af þessu fólki sem að komið til að vera eða það bara komið til að vinna hérna upp í flugstöðinni eða í öðrum störfum? Það mjög margir að vinna við í störfum tengdum flugiðnaðinum eða ferðaþjónustunni. Þetta fólk sem að býr bara í einhverjum íbúðum hér og tekur ekkert þátt eða hvað ertu með þær tölur? Ég ekki komið með þær tölur en ég einmitt búin að vera sérstaklega núna eftir ég byrjaði svona fyrst var þetta alltaf í svona talna nörda stemningu að skoða hvernig og mig langar að við köllum fram þessar tölur. Ég ekki búin að skoða hversu lengi fólk hefur búið hérna. En það eitt af því sem við myndum vilja sjá og gera kannski ár frá ári svolítið könnun á því hvað meðal árafjöldi, hvað margir sem hafa bara búið hérna skemur en 1 ár. Það einhver hópur sem að stækkar eða minnkar með ári hverju? Þannig ég sé fyrir mér að við séum svolítið að skoða þetta og þannig gerum við stefnumótina og áherslunum okkar svolítið skýrari. Og við í því starfi núna, við að vinna fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Þannig ég bara að safna núna á borðið með öðru starfsfólki Reykjanesbæjar hvaða verkefni, hvar ætlum við að leggja áhersluna. Og þegar við hefum ekki verið að skoða tölurnar, þá þetta alltaf erfitt að setja fingurinn og mjög erfitt að mæla. Við þurfum að fá íþróttafélagin til dæmis og tómstundastarfi til þess að vera að skoða og rýna í það hvað margir iðkendur hjá okkur, hvað margir þeirra af erlendum uppruna. Þetta pínu aukavinna, ég veit það alveg, en til þess að við gerum þetta saman, það þurfa allir að vera að skoða þetta. Og bara eins og hérna á bókasafninu. Og þeim finnst eins og það sé hátt hlutfall þeirra viðskiptavina af erlendum uppruna. Hér koma margir inn. Þannig að það líka dásamlegt að vera komið með þennan vettvang og við séum að skoða þetta, sundlaugarnar eða annað, hver og ein starfsstöð og hvert og eitt fyrirtæki hugsi það. Ég að þjónusta alla íbúa sveitafélagsins eða bara suma? Ertu á leiðinni út? Það alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Þetta náttúrulega gríðarlega áskorun fyrir kennara og fleiri. Ég man ekki hvort að það hefur verið sagt frá því hérna að það séu frá 45 eða 50 þjóðernum fólki hérna og nýlega var verið að opna leikskóla upp á Ásbrú þar sem eru á milli 70-80 krakkar. Helmingurum af þeim talar meira en 2 tungumál eða meira en 1 tungumál, sér tvítingd eða meira. Þannig að þetta eru algjör fjölmenningar stofnanir. Já. Og ég veit hvað þá íslenskan mikið atriði í þessu? Hvað leggið þið mikla áherslu á það? Það eitthvað hjá þér? Já. Hvað mikið atriði fyrir útlendingana að læra íslensku? Já, ég meina íslenskan lykillinn að samfélaginu og við verðum að skapa vettvang til þess að fólk geti lært íslensku. Við verðum að vera með námskeið í boði þar sem að fólk hefur tækifæri til þess að læra. Vinnumarkaðurinn verður að gefa fólki tækifæri til þess að fara og mæta á námskeiðin. Svo verður að vera hvati í samfélaginu, samfélagslegur hvati. Og það eins og þú segir, sumir eru kannski bara að stoppa hérna stutt, sumir eru ekki með börn. Og við verðum að skoða þessa hvata, hver hvatinn fyrir því? Ef þú ert með börn í skóla, þá mjög mikill hvati til þess að læra íslensku. Þú verður að vera í samskiptum við hina foreldrana og annað. Ég veit líka að þetta áskorun fyrir kennarana að vera með bekk og vera með hóp barna þar sem að kannski börnin tala ekki tungumálið sem að námið þarf að fara fram á. Og hvernig getum við farið í gegnum hvern og einn dag þannig? Og ég geri mér alveg grein fyrir því að það áskorun. En það eitthvað sem við getum unnið með
og ég veit að fræðslusviðið hér er að vinna og styrkja kennara og vinna með þetta íslensku sem annað mál í skólanum. Við vorum nýlega með nokkur viðtöl í Víkurhraut þar sem við vorum að ræða við útlendingar sem eru sestir hérna að og bæði pólverjar og af öðrum þjóðurinn. Og þeir útlendingar sem hafa kominga og eru orðnir í rauninni, eru komnir til þess að vera og eru sestir hérna að, þeir eru allir mjög ánægðir. Já. Mjög ánægðir með allt saman einhvern veginn. Já, já. Það svolítið merkilegt. Já, það mjög merkilegt. Ég held að fólk sem hefur tekið ákvörðun að búa hérna, það vegna þess að því líkar vel. Og leið og þú ert búin að læra tungumálið og ert að taka þátt, talandi hana vellíðanana og vináttuna manstu, að þá líður okkur betur. Og mér finnst einmitt líka bara velferðsviðið hér talað svona mesta áskorunin var að rjúfa félagslega einangrun. Að það einmitt þetta, það lykillinn og hvaða lykla setur á kippuna til þess að komast inn í félagslegu samskiptin, að það eitt af því tungumálið. Sérðu fyrir þar að þú bjóði pólskri vinkonum inn í saumaklúbbið þinn? Saumaklúbbar náttúrulega ákveðið fyrirbæri hérna, íslenskt fyrirbæri sko, svo harðlokað sko, ég sé ekki minn saumaklúbb, hvort sem hún væri pólsk eða af einhverjum öðrum uppruna, hann ekki opnar. Lokaðar en leinifélög kalla. Já, Jesús minn, já. En ég sé mig samt alveg kannski fara í annan saumaklúbb sem að væri með konum og fólki af ólíkum uppruna. Og það það sem við þurfum að opna fyrir. En það auðvitað þessi sko, menningarmunur og mér finnst einmitt fjölmenning, það ekki bara uppruni. Sko, íslenski saumaklúbbar, það náttúrulega sko, fjölmenning per se, sko, því þú sest ekkert inn í annan saumaklúbb þó þú þekkir allar kettlingarnar í hinum, sko. Af því þá kanntu ekki alveg samskiptin. Þú kannt að bera þig að og þú kannt að fíblast í þínum eigin saumaklúbbi. En svo leið og þú ferð inn í einhvern annan, þá veist ekki alveg hvar húmórinn liggur eða hvaða veitingar á að vera með eða hvernig sem það sko. Og þarna fjölmenning, þó ég sé bara að tala íslenskar kettlingar núna sko. En þannig mér finnst þetta, saumaklúbbar mjög góð samlíking varðandi fjölmenningu og flytja á milli landa og stíga inn í hóp ókunnugra, aðra menningu. Ég sé samfélag fyrir mér að það búið til úr mörgum litlum samfélögum. Þú veist, eins og við vorum að tala saumaklúbbana, þú veist að við verðum að virða það að fólk á sína menningu, en við samt á Íslandi, ég alveg sammála því, við á Íslandi og við virðum það sem íslenskt líka. En fjölmenningin snýr einmitt að því að virða hvert annað og einmitt Íslendingar sem hafa búið í útlöndum, þeir hafa haldið í sitt íslenska og haldið hópinn og mynda mjög sterk og falleg vinasambönd við aðra Íslendinga og meðan þeir hafa búið á erlendri grundu og sem að haldast í gegnum súrt og sætt og svo eiga þeir líka hlýja minningar af þeirri menningu sem að þau urðu hluti af. Og ég held að það sé betra, ég held að það sé sterkara fyrir þann sem að býr erlendis að geta haldið í sitt. Geta haldið í sitt móðurmál og geta haldið í sína menningu en líka verið hluti af þeirri samfélagi sem þú býrð í. Sér svona, það þarf að vera gott bland í boka? Algjörlega. Bara þannig mannlífið. Það virkar aldrei að gera einhverja svona eina leið sem á að bara henda öllum. Bara aldrei. Já, þetta var hún Hilma, en núna ætlum við að skella okkur yfir í Dús safnahús og hitta hana Rögnu Fróða og skoða sýninguna endalaust. Þetta sýning sem eru á verkum eftir 20 hönnuði og handverksmenn á hönnun og hlutum sem allt úr endurunnum efnivið. Það grunnhugmyndin á bak við sýninguna að sýna hönnun sem allt endurunnið. Það sem þessi hringrás verður til, að við erum með eitthvað efni sem við myndum annars henda og við gjörnýtum það eða endurvinnum það. Og úr hvaða efnum var verið að vinna?
Það mjög fjölbreytt og það líka eitt svona hugmyndunum bak við sýninguna að sýna sem mesta fjölbreytileika og það stór hluti sýningarinnar textíl. Það líka það sem svona auðveldast að það flestir að endurvinna eitthvað úr textíl. En textíl líka annar stærsti mengunarvaldur heims, þannig að það eins gott að við séum að endurvinna eitthvað á textíl. En svo líka verið að það eitt merkt í Stúdíó Portland sem með lampa sem búin til úr svona kertabikurum. Það sem ál brætt og búið til nýr hlutur úr því. Það rekaviður, gúmmislöngur, leður, keramikk. Það svona ýmislegt. Segldúkar, gamalt postulín. Það bara svona alls konar. Þetta mjög fjölbreytt og þessi hönnur allar vinna bara mjög fjölbreyttan hátt. Pappír, bækur. Eru að tala um að þetta séu listaverk eða þetta bara hluti sem verða svona hagnýtir hlutir áfram? Já, þetta meira út í áttina að vera nýtir hlutir en listaverk. En sumt af þessu náttúrulega svolítið svona listræns eðlis, en þetta hugsað sem, margt af þessu hugsað sem nýtir hlutur eða efni viður í nýtir hlut. Og það líka, þetta svolítið á skarti, það eru lampar, dúkar, þetta svona mottur, og þetta allt eitthvað sem hægt að nota, peysur. Þetta listafólk sem vann að þessari sýningu, það með fjölbreyttan bakgrunn? Já, þetta flest af þessu fólki eru menntaðir hönnuðir og svo eru líka fólk með bara annars konar bakgrunn, eitthvað svona faglegt, vefarar eða skartgripahönnuðir, það er svona, en þetta ég myndi segja þetta svona eiginlega flestir svona þegar ég hugsa um það. Þetta eru allt, kannski bara flestir þetta hönnuðir, lærðir hönnuðir. Þú sér alveg framtíð í þessu og jafnvel að þetta eigi eftir að verða aukning í þessu að endurvinna hluti í list og hönnun? Já, ég ætlum bara að vona það verði meira það og í raun og veru, þurfum við að hugsa meira hvernig við getum endurunnið. Af því að það svo miklu hent og það svo mikil framleiðsla og mikil offramleiðsla í gangi og okkur vantar náttúrulega svona almennt bara að hugsa svolítið betur hvað við erum að kaupa og hversu mikið og hvað þurfum við og hvað þurfum við ekki. En það bara svo margt sem hægt að líta á í staðinn fyrir að setja eitthvað í ruslið að þú getur raun og veru gefið í nýtt líf með því að klippa því sundur og búa til nýjan efni við eða að færa, að flokka það og setja á sinn stað þannig einhver annar hafi aðgang að því. En það ég meina við verðum að geta og verðum að fara að endurvinna meira og það sem kannski skiptir svolítið máli að fara með endurvinnsluna alveg að fullunni vöru. Þannig að hún sé hönnuð alla leið, af því að það ekkert mál að í raun og veru endurvinna og gera eitthvað svona og föndra úr því, það bara hið besta mál. En það líka hægt að taka hlutina alla leið og vinna og setja hönnunar hlutin inn líka. Þannig að úr verði vara sem bara endist og eignast þarna algjörlega nýtt líf. Og það vel hægt að gera og það verið að gera það bara við út allan heim. Það sem í raun og veru að í staðinn fyrir að hugsa hlutin sem rusl, þá ég að hugsa hann sem efnivið í eitthvað og þá þarf ég náttúrulega að koma með mitt hugvit og minna sérþekkingu sem hönnuður til þess að geta komið henni áfram á þennan nýja stað. Þegar þú valdir muni inn á þessa sýningu hvað varstu með í huga? Ég var svolítið að hugsa fjölbreytt og ég vildi fá fjölbreytileika og ég vildi líka fá að þetta væri svolítið svona fullunarvörur, að þetta væri eitthvað sem hefði hugsun alla leið, að frágangur væri fallegur og þetta yrði svona svolítið að þú hugsaði með þegar þú horfir á vöruna, þetta actually bara virkar. Þetta sé vara sem eignist langt framhaldslíf? Já, allavega svona eitthvað, þetta sé svona farið alla leið með hana og líka kannski að hlutinu væri svolítið öðruvísi. Þetta væri ekki bara svolítið skemmtilegir og ég myndi segja að það sé svolítið svona, þetta margt af þessu, þetta svona fjölbreytileiki á sýningunni og ég hef svona það á tilfinningunni að það kannski kveikir svolítið í fólki, að það er að gera skemmtilegt og fallegt og áhugavert með því endurvinna. Þessi sýning hún í Dúshúsunum í Keflavík, hvað ætlar að láta þetta standa lengi? Til 4. nóvember
og ég held að sé alltaf opið frá 12 til 5 og það vinnusmiðja hérna 7. október, þá koma stelpur sem heita Þráðlausar og þær ætla að koma og hérna vera með sem sagt vinnustofu og þar sem að fólk getur komið með ónýtt húsgögn og ofið inn í þau, gert við þau með því að vefa inn í þau og hérna þannig að já, en þetta sem sagt, hún var alveg til 4. nóvember og vinnustofa hérna 7. október og leiðsögn, þá var ég með leiðsögn líka sýninguna. Leiðu þökkum fyrir áhorfið minnum við á aðra miðla Víkur frétta, meðal annars okkar vikulega blað sem hefur komið út í tæp 40 ár. Forsíðufréttin segir meðal annars frá mjög sérstöku máli sem kom upp hér í gamla bænum í Keflavík milljón tjón í málingarvesinni. Það fór málinga og bíla þegar það var verið að mála hústak. Nánar það á vaffe.is og í blaði vikunar. Á vaffe.is fáið þið fréttir alla daga vikunar og golffréttirnar koma á kylfingur.is, golfsíðunni okkar. Þið getið séð þennan þátt og eldri þætti á vaffe.is og á hringbraut.is. En við ljúkum þættinum í Grindavík með smá jarmi eins og ég sagði fyrir í þættinum. Já, komið með okkur í réttir í Grindavík. Þökkum fyrir okkur, sjáumst á vikuliðinni. Fyrir sæl.